जाते 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 मालिक
Góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin á úrslitaleik 5. flokks kvenna í B-liðum í Íslandsmótinu og velkomin á Keflavík TV. Ég heiti Sindri Kristinn og með mér Einar og Maggi í tækniteymi Keflavík TV. Kæru áhorfendur og verið velkomin á leik RKV og Stjörnunnar í úrslitaleik Íslandsmótsins B-liða. Byrjum að liða heimamanna. Í markinu Þórunn Elva Helgadóttir. Svo koma Hilda Rún Hafsteinsdóttir, Sara Dís Ólafsdóttir, Steinunn Kara Jónasdóttir, Thelma Sif Róbertsdóttir, Hrund Helgadóttir, Þóra Ósk Sævarsdóttir, Sara Lind Edvinsdóttir, Ólöf Rún Einarsdóttir og Guðlaug Emma Kristinsdóttir. Þjálfarar eru Sólrún Sigvaldadóttir og Stefán Lind Price. Lið Stjörnumanna. Í markinu hún Þórdís Gunnarsdóttir. Svo koma Salka Mist Ólafsdóttir, Erika Í Björnsdóttir, Lovísa Björg Georgsdóttir, Hafdís Marvinsdóttir, Kara Sigríður Sævarsdóttir, Maridó Manda Axelsdóttir, Emilía Geirsdóttir, Ásthildur Lilja Atladóttir, Brynhildur Finna Ólafsdóttir. Þjálfarar Steinar Leó Gunnarsson og Ómar Atli Sigursson. Og dómarinn hann Daniel Ingi Þórisson. Já, þá er búið að kynna liðin hér í dag. Númerinn á bökunum ekki alveg rétt og ég því miður þekki ekki mörg nöfn hér inn á í dag. En við ætlum að gera okkur besta að lýsa þessu og dómari leiksins, það engin annar en Daniel Ingi Þórisson, efstu deildardómari sem flautar leikinn á stað og RKV kemur hér. Þess má minnast að hérna að mætast RKV, sameinað Reynir, Keflavík og Víðis gegn Stjörnunni frá Garðabæ. Þannig Suðurnesin mætast hér gegn Garðbæingum og mikil spenna í húfi hér í dag. Hér sjáum við skemmtilegu nýju regluna sem var tekin hér í gildi. Ekki engast lengur, heldur spark og þú mátt leika á sjálfan þig. RKV byrjar sterkt og kerir hérna upp og númer 11 kemst hérna, sækir hart og RKV á hér hornspyrnu. Hvað fáum við að sjá hérna, hún leikur boltanum fyrir, spyrnan fer inn á teginn og þar RKV stelpur aðgangsharðar. Hvað gera þær? Hún skýtur á marki og aftur og RKV sækir sér, nei, markspyrna á mati dómarans. RKV stelpur pressa hérna mjög vel. Stjörnu stelpur eiga spark. Frábæri mæting hérna á nettovöllin í dag. Ég myndi segja að þetta væri rúmlega 100 manns. Og hérna vesen á Stjörnustelpum og það pressa. En ekkert verður úr þessu. Frábærlega gert þarna. RKV-stelpur að pressa Stjörnustelpuna voðalega vel og Stjörnustelpur hafa ekki ennþá komist yfir á vallarhelming RKV. Frábærlega gert. Og Stjörnustelpur skjóta boltanum fram og RKV-stelpur og Stjörnustelpan sloppin inn í gegn. Hvað gerir hún? Hún leikur frábærlega og hann endar hjá markmannunum.
Verður maður ekki að hafa markmannsnöfnin á hreinu, en það hún Þórunn Elva Helgadóttir sem að fara fyrirliði markvörður Keflavíkur. Fyrirliði Stjörnunnar Emilía Geirsdóttir. RKVF spilar út frá marki. Leika hér fallegt samspil Óda á vinstri væng. Stjörnustelpur hreinsa frá og eiga hér inn sparkið. Koma boltanum inn á kantinn. Stjörnustelpur komast framar á völlinn. Mikil stöðubarátta. Tvö bestu lið landsins í flokki B-liða í 5. flokki kvenna að mætast hér á Nettovöllinum. Og flott einspark, hún reynir að setja inn fyrir vörnina. Mér sýnist þetta að vera dóttir Jónas Gunnar Sævars sem var að taka hlaupið. Og hún aðgangshörð við Stjörnustelpuna og hvað gerir hún? Stjörnustelpur ná bæja hættinu frá í þetta skipti. Steinunn Kara Jónasardóttir sem var aðgangshörð í stöðu framherja. Það smá vesen á vínröðum og Stjörnustelpur þegar að koma í álitlega stöður þá það að gera ágætlega. Það leikið hérna greinilegt smá stress í stelpunum í þessum úrslitaleik. Hérna koma Stjörnustelpur. Vel gert, vel leyst úr þessu. Afsakið, RKVF stelpur, fámennar tilbaka. En verjast vel. Stjörnustelpur aðeins meira með boltann utanvarnar og núna RKVF en fáar sendingar að fara á milli manna eins og sé eitthvað stress í stelpunum en það vonandi fyrir aðeim eftir nokkra mínútur. RKVF á hér innspark og gera þetta vel og hérna koma þær upp fyrir leikmann númer 9 hjá Vínröðum. Keyrir hérna fram hjá vörninni. Virkilega skemmtileg stöðubarátta hérna en þetta endar í markspyrnu fyrir eins og við sáum hana þá ætlaði dómarinn að dæma markspyrnu en Stjörnustelpurnar of heiðarlegar og gefa Vínröðum stelpum hornspyrnu. Og hotspinnan, frábær hotspinna sem kemur inn og hvað gera stelpunar? Það hreinsa og sérna kemur númer 21 og 24 frábær barátta og Stjörnustelpur eru 2-1. Nú þurfa Vínröðar að drífast upp og hún ein gegn en slæm snerting og hún kemst ekki áleiðis. Við erum að fara að sjá örugglega fleiri færi núna á næstu mínútum og Stjörnustelpur vel gert. Og nú keyra Vínröðar upp völlinn. Koma hann fram á við. Steinunn Kara, svo eina sem ég þekki með nafninu á vellinum. Setur boltan út fyrir. Stefán Linn Price, þjálfari RKVF, öskurinn á völlinu. Stelpunum þurfa að fara að vakna, hann væntanlega ekki sáttur með sendingar. þar sem að þær hafa ekki ratað, en maður sér klálega batamerki. Greinilega mikið stress í þessum ungu stelpum sem er að spila að öllum líkindum stærsta. Og hérna koma Stjörnustelpur og dómarinn dæmir ekkert. Og hérna koma stelpunar og RKVF á hér innspark. Mikil
barátta hérna inn á miðjum vallarhelmingnum. Stjörnustelpur með boltann á miðjunni, kom honum hér yfir og RKV hreinsar en engin vinnröð og kom hann með út á kantinn en Stjörnustelpur hreinsa. Mikið hreinsanir og RKV á væntanlega þetta innspark. Báðir þjálfarar hvetja sín lið til dáða og vilja fá aðeins meira frá liðunum. Og skemmtilegt innspark en mikið af bláum stelpum sem eru greinilega. Og hérna hún sloppin inn gegn markmanninum en hún eða kemur út á móti og tekur þetta vel. Og kastar þessu út á kantinn og nú koma Ragnarsarðar en Stjörnustelpan hreinlega ákveðnari. RKV á hér innspark. Getur verið stór hættulegs innspark sem að getur komið úrslita sending hreinlega úr þessum innsparkum. Og hér pressa RKV stelpur, gera það vel en Stjörnustelpan vinnur hann samt sem aðra aftur og pressar. Stjörnustelpur eilítið ákveðnari þessa mínúnar. Viljum fá að sjá okkar stelpur aðeins ákveðnari. Þetta vel gert. Stjörnustelpur eiga hér innspark. Stjörnustelpur leika í bláum búningum sínum og RKV leika í sínum vínrauðu hlutlausu Suðurnesjabúningum þar sem að Reynir Sandgerði spilar í hvítu, Víðir Garði spilar í bláu og Keflavík spilar í dökkbláu og var farið þá leið að finna þennan vínrauða hlutlausa lit sem stelpunar skartaðir í dag sem engar fallegur. Stjörnustelpur eiga hér innspark. Maður verður nú til að sjá áhorfendur taka þess við sér því að við erum að tala alveg örugglega hátt í 150 áhorfendur hérna. Við erum bara næstum að maksa hérna leyfilegan fjölda. Hérna taka afsakið RKV stelpur. Innsparkið sem kemst ekki áleiðis. Og Keflavíkur RKV stelpur koma, afsakið að ég kalli þetta alltaf Keflavík mér alveg óvart þar sem ég mikil Keflvíkingur og hérna sparka RKV stelpur aftur fyrir endamörk og Stjörnustelpur eiga markspyrnu. Spurning hvort við förum ekki að fara að fá fyrsta færi leiksins hér í dag. Bara einungis búið að koma hálffæri. Það er gaman að fá og rétt rúmlega 10 mínútur búnar að leiknum og Stjörnustelpur sparka boltanum beinustu leið út af. Og hér koma Stjörnustelpur en vel varist hjá okkar stelpum. Skemmtileg barátta hérna. Bæði lið þétt fyrir og eru ekki að koma sér í færi, einungis vegna greinilega góðs varnarleiks. En hérna koma RKV stelpur, nei, Stjörnustelpan ger hrikalega vel, stelur og tekur gabbreiðinguna. Hvað gerir hún? Kemur hún inn til hliðar? Þetta vel spilað hérna hjá Stjörnustelpur. Frábær vörn hjá númer 21 í vínrauðum. Og hér koma Stjörnustelpur, skemmtileg hreyfing. Fipar sjálfur sem kemur með góða sendingu upp hægri kantinn. En RKV stelpur sparka boltanum út fyrir endamörk. Og hér koma Stjörnustelpur, í álitlari stöðu, að reyna að finna skot á markið. Fer kloppar, vel gert, en vel gert hjá
Þóru, markmanni og fyrirliða Keflavíkur. RKVF, afsakið. Góð sending upp í hornið en nei, hún ákveður að taka ekki eltingarleikinn og markspyrna Stjörnunnar. Og Stjörnustelpur spila út frá marki. RKV-stelpur pressa hátt og vel gert hjá Stjörnustelpunni sem hristir af sér okkar stelpu. Geysir hérna upp kantinn en engin hjálpur kemur. Þarna kemur hún en hún er nautsterk og sækir hana aukaspyrnu hárréttur dómur hjá Daniel. Stjörnustelpur setja þennan bolta væntanlega fyrir og vonast eftir að ná snerting á boltan. Áhugavert er að Stjörnustelpur eru jafn margar inn í teignum. Boltinn fyrir og boltinn fer bara framjá. Hérna spila RKV-stelpur út frá marki, skemmtileg bolti í uppkantinn en RKV-stelpur er ekki að hlaupa eftir þessum sendingum upp í hornið sem að vera til að sjá það að gera. Já, góð pressa. Vel gert og góð sending fram hérna hjá Stjörnustelpunum en góð pressa, góð vörn réttara sagt. Og vel gert þarna hjá Stjörnustelpunni, hávaxin og fljót, kemur boltan fyrir en frábærlega varist. Og núna geta RKV-stelpur sótt. Nei. Og negla þessu fram og Steinun nær honum, setur hann væntanlega upp í horn, gerir þetta listavel og hvað gerir frábært spil þarna hjá RKV-stelpum en Stjörnustelpur eru mjög harðar fyrir og eru ekki að hleypa vinnröðum fram hjá sér. Mjög mikil barátta en vel. Hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Góð barátta í báðum liðum, ekkert opið marktækifæri ennþá komið í leikinn. Þetta er stærsti leikur sem þessar stelpur hafa væntanlega spilað og mikið stress í þeim og vonandi fá að sjá hvað í þeim býr hér í seinni hálfleik en eins og við segjum þá sjáumst við hér eftir nokkrar mínútur.
Já, verið velkomin aftur hér að hefja seinni hálfleikur úrslitaleiks Íslandsmótsins 15 flokk kvenna í flokki B-liða á nettovellinum í Keflavík. Hér að mætast samanlið Reynir Keflavíkur Víðis eða RKVF gegn Stjörnunni frá Garðabæ. Hér hefjum við leik og Stjörnustelpur sækja í áttina að sílikonverinu góða og Keflavíkurstelpur sækja í RKVF-stelpur sækja áttina að Njarðvík. Fyrri hálfleikur einkenndist mikið af stöðubaráttu og eiginlega nánast engum færum, en hérna eru Stjörnustelpur komnar í álitlega stöðu. Hvað gera þær? En frábær vörn hjá RKVF-stelpum. RKVF-stelpur leika hér í vínröðum búningum og Stjörnustelpur leika í fagurbláum búningum sínum. Stjörnustelpur búin að halda betur í boltan seinustu mínútu fyrri hálfleiks og í byrjun seinni hálfleiks, en það er ekki það sem telur. Það er stöðutaflan hér í lokin. Ef leikurinn endar í jafntefli eftir venjulegum leiktíma þá verður ég undirritaður að viðurkenna að ég hef ekki hugmynd um hvað gerist, hvort það sé vítaspyrnukeppni eða framlenging eða eitthvað annað. En það verður bara að koma í ljós. Dómari leiksins veit á pottið. Hér koma RKVF-stelpur ágangsharðar. Dómari dæmir ekki. Jú, Adna kom það. Ég veit ekki hvort þið sammála, en flauti kom. Gaman að sjá hversu góð mæting er. Og RKVF-stelpur koma boltanum fram á við og vinna hann svo aftur. Og hérna er hún sloppin inn í gegn og hvað gerir hún? Markmaðurinn virkilega vel vakandi hann og grípur sendinguna. Þarna vorum við næstu því búin að fá fyrsta alvöru færi í leiksins, en hvað gerir RKVF-stelpur? Fá boltan hérna. Hvað gerir hún? Hún reynir að senda hann fyrir, en Stjörnustelpur hérna sækja svo hratt. 2 á 3. Koma með skemmtilega sendingu hér yfir. Og RKVF-stelpur aðeins að halda betur í boltan, er virkilega gaman að sjá. En hérna, skemmtileg hugsun, reynir að setja hann inn á milli. En Stjörnustelpur missa hann út fyrir. Og þá fáum við að sjá innspark við afsökum. Það virðist vera einhver móða á miðju linsun okkar. Við erum búin að reyna að laga en náum því ekki því að verður bara afsakað svo stöddu. Og hér ná Stjörnustelpur að reynsa, hún tekur hann vel með sér, hún er hröð þessi stelpa, hún er sloppin inn í gegn. Hvað gerur hún? Hér koma varnarmennir. Hún setur hann inn og kemur Stjörnustelpum í 1-0. Virkilega vel gert hjá leikmanni númer, að mér sýndist 24 á Stjörnunni, hávaxinn snögg, er búinn að vera valda RKVF-stelpum vissulega ama og búinn að vera að keyra, þannig að gera hún vel og hristir bara 2 stelpur af sér og klárar bara vel og fast upp í þagniti. Nú þurfa RKVF-stelpur að sína hvað í miðjum býr og fara að sækja á markið. Þar sem að RKVF-stelpur hafa ekki átt 1 skot á markið í dag. Stjörnustelpur koma hér aftur, vilja væntanlega bæta marki og drepa leikinn. RKVF-stelpur vilja hér jafna og núna geta það sótt 3 á 3. Kemur með skemmtilega sendingu hér inn fyrir. Hvað gera stelpun þá? Og hún er sloppin inn í gegn. Og markmaðurinn ver þetta frábærlega. Virkilega skemmtileg sókn hérna hjá RKVF-stelpum og þær eru að gera sig líklegri sem er frábært. Skemmtileg sending hérna á milli leikmanna. Og hérna gerir Vínröðum mjög vel, en Stjörnustelpur eru bara grjótharðar hérna tilbaka og hún tekur síðan skotið og markmaður Stjörnunar öruggur sem fyrr og grípur þetta af miklu öryggi
Frábært að sjá RKV-stelpur færa svo ofar á völlin. Ég hefði á tilfinninguna að það liggi mark hér í loftinu og RKV-stelpur og hún snýr leikmann af sig, gerir þetta vel, kemur með hann fyrir og hvað, vel gert hana. RKV-stelpur gjörsamlega liggja á Stjörnustelpum og hérna fyrir boltinn til leðar, hún kemur vantilega með hann fyrir, en Stjörnustelpur hreinsa hér. Frábær barátta og boltinn skoppar hérna og Stjörnustelpur ná að hreinsa. RKV á hér innspark. RKV-stelpur gjörsamlega liggja á Stjörnustelpunum sem verjast eins og hetjur. En hér á RKV aftur virkilega hér. Þetta er rangur dómur vil ég meina, en áfram gagn. Og Stjörnustelpur eiga hér aukaspyrnu, en RKV-stelpur eru hvergi að baki dottnar og pressaðar stíft. Hér er leikmann nr. 24 sem skoraði mark Stjörnumanna. Hún shakear og bakear okkar stelpur. Langlíklegust af Stjörnustelpun til að gera okkur ama. Hérna kemur frábær sending og hún nær ekki að taka með sér leikmann nr. 41. Mikil barátta akkurat núna. RKV-stelpur eru orðnar miklu harðari fyrir sem er virkilega gaman að sjá. Þetta er vel gert. Hún er eins og Guðni Kjartans myndi orða, hún var ennþá of hörð á því og sendi boltan bara beinustilega út af. Og erfiðu bolti hérna og hún nær ekki hreinsan, en Keflavík-stelpa klaufar hérna og frábært skot sem dettur í markið. Og Stjörnustelpur eru komnar í 2-0 allt í einu. Misheppnuð hreinsun þrisvar sinnum. Dómari leiksins dæmir ekki mark. Ég á ekki til eitt aukatekið orð. Dómari leiksins dæmir markið ekki á. Sagði hreinlega markmanni Reynis Keflavíkur Víðis að halda áfram leik. Boltinn fór klárlega inn fyrir línuna, inn í netið. Þjálfari Stjörnunnar bara á ekki til eitt aukatekið orð. Já, áhugavert. Og RKV-stelpur koma hérna. Stjörnustelpur virðast bara að vera með góð tök á leiknum. Þið afsakið enga lýsingu, við erum að skoða hérna atvikið sem átt sér stað. Við ætlum aðeins að athuga hvort að dómarinn hafði ekki örugglega rangt fyrir sér því að okkur fannst það. Og hérna eru Stjörnustelpur sloppan einu í gegn og hvað gerir hún núna? Vel varið! Þarna ver hún og gerir sér breiða, hrikalega vel varið hjá okkar stelpu í rammanum. En Stjörnustelpur er að gera þetta frábælega. En hérna er það slopnar aftur. Og hvað gerir hún? Hún vill hlaða skotið. Kemur boltanum á leikmann nr. 24. Hún snýra okkar leikmann af sér. Hún er sloppin. Vel. Góður varnarleikur hana. Mikil barátta. Hún virðist að hafa meitt sig. Og hornið. Hún virðist að hafa meitt sig hana leikmann nr. 24. Fengið eitthvað. Og Stjörnustelpur eiga hér hornspyrnu sem er ekki nógu góð og fer bara hér í liðaneti.
Við erum hér að horfa á upptöku af markinu og eins og fólk sér þá járnstangir aftan í netinu eða eins konar til að halda upp í netinu og markinu. Boltinn skoppar frekar ofarlega í járnstöngina og hlýtur dómari leiksins að hafa haldið að boltinn hafi skoppað í slána eða eitthvað þeimurlíkt því að boltinn klárlega langt inni. Hérna kemur RKV 26 mínútur að verða búnar að leiknum og ekkert mjög mikill tími eftir en hérna koma stjörnustelpur að spila hrikalega vel úr sínum sóknum og að gera það vel. Okkar stelpur náðu að pressa strax eftir marki en hafa ekki náðu upp góðum spilaköfnum síðan. Og eins og við sjáum þá hún Steinunn Kara framherji Vinröðra eiginlega hefur hún litla móða hana ein frammi, liðið ekki að færa upp með henni. Það bara magnað að dómarinn hafi ekki dæmt mark. Ég ekki ennþá að átta mig á því. RKV vinna síðan upp völlinn og frábær vörn hana og RKV spila boltanum en eru sem fyrr ekki að ná að losa sig við boltan og eru bara að hreinsa boltan beinustu leiði lappir á stjörnustelpum. Og Stjarnan á hér innspark. Hvað þýðir orðið shaker að beita? Hvaðan kemur þetta? Og hérna koma stjörnustelpur, leikmann nr. 24 sem fyrir stórhættulega þegar hún nefnir boltan í löpunum og vinnur hér boltan, já, og kemur hann til hliðar og slæmir hreinsunni á stjörnustelp, hún nær hann samt sem áður aftur og stjörnustelpur frábæri vörn núna. Aldís María Smáradóttir, þetta var 100% mark, við gerum okkur alla grein fyrir því en ekki dæmdi dómarinn það mark þannig að staðan 1-0 fyrir stjörnukonum og verður því ekki breytt, ekki nema stjörnukonum skori annað mark. Það vantar herslumunn hérna hjá báðum liðum upp á skapsu færi. Þannig að koma stjörnustelpur upp með boltan, að gera þetta listavel stelpurnar og hún platar og kemur honum inn á leikmann nr. 24 sem fellur næstu við en RKV stelpur ná ekki að hreinsa boltan fyrir sitt litla líf. Það er bara að hreinsa alltaf í annarkvort sjálfa sig eða stjörnustelpur en hérna koma stjörnustelpur og þetta er frábærlega gert, skemmtilegt spil hérna hjá stjörnustelpum. Einna snertingarspil og hérna koma Vinröðar, skemmtileg sending og sem kemur, en engin RKV stelpa mætt sem fyrr og hérna mættir og leikmann nr. 24 komin í álita stöðu, hún tekur skotið en vel varið hjá okkar stelpu í rammanum. Frábær leikmann nr. 24 stjörnunni, búinn að valda Vinröðum miklu mama hér í dag en frábær spyrna fram hjá okkar markmanni en RKV stelpur ekki mættar á boltan. Innspark sem RKV stelpur eiga. 1-0 staðan, 29 mínútur búnar, við erum að tala 10 mínútur eftir og stjörnustelpur bara naglharðar og koma bara öllum boltum fram á við og vinna alla seinni boltana.
Hérna koma Stjörnustelpur og það vinna hér hornspyrnu. Stjörnustelpur eiga hér hornspyrnu, koma með boltan fyrir, smá vesen á Keflavíkurvörninni, ekki Já, ég vil afsaka misskilning minn áðan vegna þess að nú eru búnar 30 mínútur að hér er leikið í leikhlutum eins og í körfubolta. 4 leikhlutar, núna er hálfleikur. Það er leikið í 4-15 mínútna leikhlutum og kannski ef myndatökur okkar maður zoomar inn á dómaran og sér þarna þjálfaran ræða við dómaran, en það er litlu breytt þó að dómarinn hafi ekki dæmt mark. Þarna sjáum við dómara leiksins. Þetta er maður sem dæmir í efstu deildum karla og kvenna og næstu deild karla og kvenna líka. Reyndar sem aðstofadómari en á nú samt að vera rúmlega hæfur fyrir verkefnið. Hérna kemur hann og sýnist vera að spyrja sig til ráða. Það er áhugavert að sjá hvað svör á þér. Stjörnustelpur er að spyrja dómara leiksins hvort það hafi ekki verið mark á hann og hann bara hristir hausinn. Þær hrista hausinn á móti. Auðvitað er ekki mark þó að boltinn hafi verið inni, en dómari leiksins dæmdi ekki mark. Þannig staðan er 1-0 Stjörnukonum í vil þegar seinni hálfleikur er að hefjast. Já, hér er seinni hálfleikur farin af stað og RK Vafstelpur spyrna er frá marki. Boltinn skoppar. Vonandi fá að sjá betri leik frá okkar stelpum. Já, vel gert hérna að vinna sig, en sendingin slæm upp kantinn og leikmaður nummer 11 á Stjörnunni aðgangsvarður. Skemmtileg hreyfing þarna og
Frábær barátta þarna niður í horninu og virkilega vel gert. Boltinn virðist að fara í andliti á Stjörnustelpuna þarna. Kalla dómari leiksins eftir aðstoð, en hún ætlar ekki að berast. Frábær spyrna fram frá markverði Keflavíkur, en RKA-stelpur sem fyrir ekki nógu ákveðnar gegn Stjörnustelpunum. Hér koma RKA-stelpur í áleiðlega stöðu, tekur skoti, dettur fyrir, en hún ekki nógu kraftuð skoti og hún hittir hann ekki, nei, ég trúi þess ekki, hún hef ekki hitt boltan. Svona færum verðum við að skora úr, og hún missir hann, og hvað gerir Steinunn Kara? Kemur hún hérna út, sendingin ekki alveg nógu góð, við erum á þeim ennþá, en jó, það er líf í þessu, en töfum boltanum. Og hreinsun ekki góð Stjörnustelpum, en þannig að bæja hættinu frá. Ég trúi ekki að þessi bolti ekki að vera inn. Frábær sókn þarna hjá RKA-stelpum. Þessi bolti hefði mátt enda í nefndunum. Bíla góða maður. Góð hreinsun hérna á leikmannum 24, kemur hérna, hristir af sér eina vínrauða, kemur honum hérna inn á miðuna og RKA-stelpur. Það er greinilega komið smá barátta í stelpunar. Eins og ég út af. Stjörnustelpur koma hér með flotta sendingu og hún er sloppin. Nei, vel gert. Kemur vel út á mótið þarna og hún ætlar að koma með langan sem hún gerir upp á kantinn á Hrund sem boltinn út fyrir nú hreinlega sé ég ekki hvað er að gerast. Hún er að sækja boltinn. Nú spyr ég, er ekki eitthvað regla hvað má standa nálægt eða? Og Hrund hreinlega á enga möguleika til að gefa hana. En þarna og þessi lítur á skóp eitthvað, nei, þvílík reynsla í Stjörnustelpuna sem bara hefði getað að reynda að hamra honum eitthvað en bara potar hann fallega til hliðar og vinnur hana alveg nagli. Þjálfari Stjörnunnar hérna hvetur stelpunum sinni til að fara að spila honum aftur. Það er gerðið það nokkuð sem fyrir áleik og gjörsamlega óstöðandi þegar þær létu boltann ganga sín á milli.
sem það ætla vonandi ekki að fara að gera aftur okkar vegna. En hérna skemmtileg stöðubarátta og mér sýnist hér Stjarnan vera að vinna hornspyrnu. Nei, boltinn lifir. Og hér á RKVF innspark. Hér eru Stjörnustelpur komnar í álítastöðu en upp í vinstra megin. Og hvað gera þær? Það eru komin að einn á móti markmanni. Markmaðurinn er ekki í markinu en það ná bara einn frá. Spila Stelpur. Og hér eru Stjörnustelpur en vel varist hjá okkar stelpu. Og Stjörnustelpur er að gera sig mjög líklegar hérna en snýr sann af sér en nær honum ekki. Nú er að nýta sér og sækja. Þetta var hendi en boltinn datt fyrir okkar stelpur. En markvörður Stjörnunar örugg sem fyrr. Grípur þetta, kemur hann síðan á stelpu hægra megin í vörninni en góð pressa hjá okkar stelpum sem þurfa að vera eilítið ákveðnir í pressunni. Það vantar svona eilítinn herslumun. Öll barátta virðist vera að fara fram hér á hægri kantinum. Stjörnustelpulega séð og boltinn er mikið út af bara þeim megin. Vonandi að stelpurnar fara að finna meira spil inn á miðjunni. Og loksins farið að heyrast í stuðningsmönnunum sem eru mættir hér í dag. Frábær mæting. Og RKVF stelpur sækja hér upp. En Stjörnustelpur kom í veg fyrir sókn. Og Stjörnustelpur vinna boltan af RKVF. 24 leikrónum hér í hlaup. Og leikmann nr. 41 alein Auðsjó kemur hann aftur fyrir. Leikmann nr. 41 tekinn hér niður og fær hér réttilega dæmda vítaspyrnu og dómari leiksins kannski bætir ekki fyrir mistökum sín á hann en hann dæmir vissulega hárrétta vítaspyrnu þarna sem bara stelpan er bara tekið niður og okkar stelpur lenda á eftir. Núna þurfum við á Þóru Helgadóttir minni með að skottan heiti. Hvað gerir hún? Hún ver víti, nei! Hún missir það inn. Æjæjæj, kemur. Hún var búinn, var í boltanum. Frábær tilraun að verja.
En 2-0 Stjörnunni í vil. Leiðilegt, en leikurinn er hvergi nærri búinn. Ég persónulega hélt að hún væri búin að verja þetta, en inn fór boltinn. Og Stjörnustelpur vinna bara rakleiðis aftur. Og þarna gerir Steinunn vel. Aukaspyrna, dómari. Nei. En Stjörnustelpur hafa bara verið eins og klettar í vörninni og verið að spila vel með markmanni sínum og bara hafa ekki verið að gefa mörg færi á sér. Men við höfum verið að klaufast með hreinsanir og annað eins. En eru samt sem áður búin að brenna einu dauðafæri, dauðafæri má kallast, því að þetta var, hér eru Stjörnustelpur að sleppa Einar í gegn. Hún er komin alein gegn markmanninum, en hún ver þetta nú helvíti vel, stelpan okkar. Og Stjörnustelpur eru og skotið fyrir þverslána. Og hvað, það er þvílíkur darraðans og það eru förðar aftur einn móti markmanni. Þessi bolti er inni. Stjörnustelpur eru hér að klára þennan leik, koma sér í 3-0 og eru nánast með 9 fingur á Íslandsmeistaratitlinum. Því miður fyrir okkar stelpur sem eru búin að berjast eins og ljón, en leikurinn er hvergi nærri búinn þar sem tæpt korter er eftir að leiknum og hér koma Stjörnustelpur geysast aftur upp. Þær vilja bara skora fleiri mörk, en okkar stelpur ákveðnar. Það er leikmaður þarna í Stjörnunni frammi, númer 24, sem hefur verið að valda miklu musla í allan dag. Frábær leikmaður, en samt sem áður vil ég persónulega hrósa varnarleik Stjörnunnar sem hefur bara verið, og það er þvílíkur darraðans aftur um teiknum. Stjörnustelpur er að spila þetta feikilega vel. Leggja hann aftur út og Þóra handsamalóks boltan og neglir boltanum fram. En það er kingsa boltan og Hrund kemur hér í pressuna. Leikmenn númer 29 og 15 í Stjörnunni hafa verið eins og múrsteinar í vörninni og ekki leyft neinu fram með sér. Okkar stelpur mega ekki gefast hér upp og verða ná að viljum fá sjá þær setja mark á sinn leik en þeir í dag og skora allavega 1 mark. Brjóta niður sterka Stjörnuvörn. En við, já, frábær barátta, en hún skýtur boltinn framhjá. Hér hreinsum við frá marki. Þarna er, og boltinn skoppar væntanlega yfir stelpuna, en við náum þann sem áður ekki boltanum. Og hér er flautað til loka 3. leikhluta og er hér.
Hvað það meina? Kíkja á fyrir sko? Já, hér er seinasti leikhluti leiksins kominn á stað og óskum við eftir marki frá okkar stelpum í Vínröðum, en búið að vera skemmtileg barátta og Stjörnustelpur sína bestu hliðar hér í dag. Hér koma RKA stelpur og fyrirgjöfin kemur. Stjörnustelpur sem áður grótarðar, aukaspyrna dæmd. Stjörnustelpur hafa bara verið sína betri varnarleik heilt yfir í leiknum og það útskýrir stöðuleiksins, en samt sem áður er RK búið að fá sín færi og dómaraleikins dæmir klaufalega gert þarna í okkar stelpu sem ætlar að leika á hana og bara labba með boltan beinustilega aftur út af. Og hér koma Stjörnustelpur, en skemmtileg vörn hana. Hún kemur boltanum á Stjörnukonu og hérna pressa okkar stelpur en ná ekki að stela boltanum. Vel spila hjá Stjörnustelpum, það er bara að finna glufur allstað. Stjörnustelpur eiga hér einn spark. Og hér innspark á hægri kantinum sem fyrr. Hér gerir Steinunn Kara vel, hristir af sér, en hún er bara búin að sýna fantagóðan leik, leikmann 15 á Stjörnunni, og hún hleypir engu fram með sér, það er bara fakt.
Og hérna koma okkar stelpur en ná ekki að komast neitt áleiðis því miður. Eins sniðugt á þessi innsparkregla þá þessi regla þannig að þær leika á sjálfum sig og sparka síðan annarkvort mikið út af sjálfar eða í bara mannin aftur út af, þannig að það verður bara annað innspark. Spurning hvort það sé ekki hægt að finna einhverja betri lausn á þessu. Kannski þetta bara einstæmi í þessum meina leik. Þekki það ekki. Hérna bolti komin inn á völlinn og þarna leikmaður Stjörnunnar meiddur. Og leikurinn hér kominn aftur af stað og ég pressa RKV-stelpur og reyna að komast nær marki Stjörnunnar. Rétt rúmlega 50 mínútur búnar og 10 mínútur eftir að þessum leik og við óskum eftir mörkum. Helst frá Vínröðum núna. Og vel gert þarna, hún tekur skot á marki, komast því fyrir Stjörnustelpur, aðgangsarðar eins og staðan er. Og hér geysast RKV-stelpur upp, en sem fyrr. Dómari. Já. RKV á hér boltann. Og Stjörnustelpur geysast þetta, við grætum næstu ekkert á þessu. Og hér eru Stjörnustelpur vel fín vörn þarna, já, en ekki þetta, hún tekur skotið, en vel varið. Og okkar stelpa neglir hér fram og gott þarna, nú þurfum við að komast fram hjá einum leikmanni en gengur ekki. Og hér komur Stjörnustelpur, gefa fyrir, hún er alein á markmann en missir boltann frá sér. Nú þurfum við að fá hreyfingu á liðið. Vel gert þarna á leikmann nr. 11 okkur og Steinunn kemst inn í. Og hvar er vinstri kanturinn? Þarna kemur hún, Ósein. Og þarna komum við. Vel gert, það eru tvær rauna. Hvað gerur hún? Hún tekur skotið og... Nei, hún klúðrar þessu! Rúi sig ekki. Frábærlega varið hjá markvörði Stjörnunnar. Úff. Núna hefði verið gaman að vera búið að nýta þessi 2 færi og þá verðum við að tala um hann leikina. En markvörður Stjörnunnar að halda þeim hér inn í leiknum. Fyrsti svona klaufaskapurinn í vörn Stjörnunnar sem kom hann upp og þá kom markvörður Stjörnunnar og gerði engar vel og varði frábærlega. Góð sending. Vel gert. Nei, það er bara hætt að báða við að fara stelpunar staðan fyrir. Og RKV-stelpur, skemmtilega gert. Þetta er vantilega RKV-bolti. Spila, nú erum við að tala saman sko.
gert. og 54 mínútur að vera komnar hér á klukkuna. Og Stjörnustelpur koma en missa boltan aftur fyrir endamörk. RK-stelpur spila hér frá marki og boltinn út fyrir. Hér koma RK-stelpur og skemmtilega spilað, halda honum inn á og nú þarf að koma boltanum fyrir en það er bara Stjörnustelpur síðan fleiri, það er bara bláar treyjur út allt. En hér er hún slopp, nei frábærlega gert þarna. Hvað gerir hún? Vel varist, stelpunni. Og hún tekur skotið langt utan af velli en hún er örugg í markinu og klípur þetta. Nei, 7 á móti 7. Útileikum 7 útileikmenn. Síðan sem er... Er þetta bara 7 manna bolti eða? Já. Og hér koma Stjörnustelpur, hún tekur skotið og það er varið og frákastið er einnig virkilega vel varið. Hún er búin að verja vel í leiknum og geta Keflavíkurstelpur, RK-stelpur afsakið, þakkað henni fyrir að staðan sé ekki verri en aftur á móti getur Stjörnustelpur þakkað sínum markmanni fyrir að staðan sé bara ennþá 3-0. Og hér er Stjörnustelpur, hún tekur skotið en hún ver en frákastið fer bara framhjá.
erum við að tala kannski 3 mínútur eftir og RKA-stelpur reynir svo að geta í leit hér að marki en það stefnir allt í það að Stjörnustelpur sé að fara að lyfta hér Íslandsmeistaratitlinum í 5. flokki kvenna í flokki B-liða. Það eru komnar 56 mínútur og 12 sekúndur og frosna klukkuna okkar á sýnist mér. Það er 59 mínútur. Þannig það fer hér senn að líða undir lok þessa leiks. Ég ætla hér að velja menn leiksins eða stelpuleiksins í liði RKVAF og þarna er vesen á stelpunum meðan ég var eitthvað að hugsa út í menn leiksins. Hjá okkar stelpum langar mig að velja leikmann númer 1 og jafnframt fyrirliða. Markmann RKVAF-liðsins búinn að verja vel í leiknum og búinn að halda okkur inn í leiknum, búinn að vera öruggur í sínum aðgerðum. Hefur lítið getað gert í mörkunum, bara virkilega flottur leikur hjá henni fyrir utan akkurat þessa einu spyrnu. En hún við og það er klúð! Frábærlega varið þarna, hún bjargaði sér reyndar þarna. Ég hefði getað tekið titilinn af henni en ég ætla að velja leikmann númer 1 hjá RKVAF-liðinu sem mann leiksins af því liði, en í liði Stjörnuna sem er nú búinn að vera sterkar aðilinn hér í allan dag er náttúrulega auðveldast að velja leikmann númer 24 sem búinn að skora hér 2-3 mörk og standa sem svo hetja og Stjarnan er Íslandsmeistari 5. flokks kvenna í flokki B-liða. Óskum þeim innilega til hamingju en maður leiksins með langaði að velja 2 leikmann númer 24 og leikmann númer 15 í vörninni. Hún var gjörsamlega eins og nagli í vörninu og hleypti engum fram hjá sér. Stjörnustelpur voru hér betri aðilinn nánast allan leikinn og eiga þennan titil fyllilega skilið. Við þökkum öllum þessum hlýddu áhorfendum og fyrir hönd Keflavík TV erum við búin að vera hérna Magnús Orri Arnarsson á myndavélinni. Við minnum hérna og hann hefur verið í miklum tökum með okkar augum á RÚV og mælum við eindregið með hans vinnu. Prodúser er engin annar en Einar. Hann er eigandi Keflavík TV og er okkar besti maður. Ég heiti Sindri og óskum við Stjörnunni enn og aftur innilega til hamingju með titilinn. Okkar stelpur stóðu sig eins og hetjur og börðust. En fyrir hönd Keflavík TV og tækni teymis Keflavík TV þá ætlum við að steinblokka við rúta og takk fyrir þá sem hlýddu.
Para skutast 2 och